Fyrirgefðu hvað ekki seint maður. Ég lendi í bílavandræðum, agalegum bílavandræðum. Já, það var við. Þú varst búinn að bíða lengi eftir mér? 3 korter. Já, þú ert þá bara búinn að hugsa þig vel við verðum þá enga stund að þessu. Þú veist alveg hvað þú ætlar þá að segja og svona? Já, ég hef nú aðalega verið að hugsa það. Ég hef nóg annað tíma að gera en að vera að bíða eftir óstundvísum blaðan. Já, ég veit, fyrirgefðu. Ég hef náttúrulega átt að hringja, ég bara fattu ekki. Heyrðu, ég kveiki þá bara núna á diktafóninum og við bara byrjum þetta spjall saman. Já, býtu, heyrðu, ég ætla að fá mér kaffi fyrst. Heyrðu, helvíti, ég er ekki með pening. Fór allt í bíl. Heyrðu, geturðu lánað mér fyrir kaffi? Jú, það var hægt. Eða, býtu, hvað er klukkan? Er hún 6? Jú. Þú myndir kannski bara lána því fyrir einum bjór frekar. Bjór? Já, þú myndir kannski hafa eitt snafsmið. Ég myndi borga það bara, en þú veist, það fór allir peningurinn í þetta bílavísum. Þú mæti bara með nótunum niður á mannsmið, fær þetta borga, það er ekkert mál. Já, segjum það. Ok, bjór og ríkisnars. Gamildans. Heyrðu, við byrjum bara spjallið núna. Já, segðu mér frá því hvernig þetta nafni tilkomið. Hvaða nafn? Útvarpsþátturinn Vektor. Já, Vektor. Mér finnst þetta bara skemmtilegt nafn og svona, grípandi. Já, það er einmitt alveg svakalega mikilvægt nefnilega að það sé grípandi. Nafnið á svona útvarpsþætti, sko. Það þarf að vera eitthvað svona sem allir fatta strax, þú veist, Úlind Dundorf, 8.10 stöðinni, Innbakkarsinn, svona, þú veist. Mér er samt Vektor bestur, bæði fíla í húmóringar. Og því ræmur alveg svolítið, ég missi ekki að þætti ég kemst hjá því. En svo er þetta líka frábært nafn. Ég var eins og útvarpsþátt sjálfur, heima í Vogum, ég kallaði hann Fréttir á höfninni. Það var einmitt svona, þú veist, gott og skemmtilegt nafn, segir allt sem segja þarf, án þess þó að vera fráhrindandi eða, þú veist, og fræðandi. Já. Finnst það ekki? Jú. Eigum við að halda áfram í viðtalið eða? Já, endilega, fyrirgefðu. Þú ert þarna úr Hafnarfjörðum, eða ekki? Jú. Hvernig var að vera krakki í Hafnarfjörðum? Það var fínt, það var bóahassar út í hraunni og svona, maður lík sér við strákana. Ég man að við strákarnar á Krókarhrauninu, við vorum alltaf í svona hálfgjörnum slag og bardugum við strákarna á Smyrlan. Já, ég man við í Vesturbæ, við stáðum með svona gengi líka. Þegar strákarnar úr Guggakverfunum voðuð sér inn fyrir okkar svæði, þá var bara slagur í slippnum, sko. Maður kom kannski heima alblóður, allir útaldaður í koppafeiti eða hvort það var einhver smurolía bara, maður ekki alveg. Það var allt öðruvísi í þá daga, ofbeldið, þú veist. Við vorum ekki þessi kvíkindi og ræfla sem krakkar í dag, meiri bara, þú veist, hasar svona að vera strákur. Saknar þetta þeirra daga, ég man til dæmis einu sinni. Já, þetta var nú eiginlega voða svipað hjá mér, sko. Ég ætlaði einmitt að fara að segja eitthvað á þessu leið, þú bara sagði það svo vel fyrir mig. Já, fyrirgefðu, fyrirgefðu. Já, hvernig kom til að þú fórst að vinna fyrir útvarp? Varstu farin að vera ábyrgjandi í félagslífi strax í skóla? Já, maður var í hinu og þessu, maður var mikið í félagslífi og svona og þegar maður var komin í Fjölbraut, þá var mikið félagslífi í skólanum. Já, ég man einmitt eftir því ég byrjaði í Fjölbraut í Breiðholti. Ég fekk alveg sjokk þegar ég fattaði hvað mikið félagslífi í gangi þar. Maður alveg helltist út í félagslífi að kappa og náttúrulega bitnaði á náminu. Ég slapp nú samt alveg frá því þannig. Blessaðastu maður, það var allt í öllu smá stund, alveg hitt innstukoppur í búri. Heyrðu, stoppa það. Hvað? Ert þú að taka viðtal við mig? Já, hvað meinarðu? Ef þú ert að taka viðtal við mig, þá vil ég helst fá að segja eitthvað ef á að birta þetta viðtal. Annars er mér svo sem alveg sama. Við getum snúið þessu við og sagt að ég hef tekið viðtal við þig. Það var kannski líka sniður að í staðan fyrir að einhver óþekktur sé að taka viðtal við einhvern þekktana, einhver þekktur taki viðtal bara við einhvern óþekktan. Já, fyrirgefðu. Viðtal við mig. Við skulum bara halda áfram með þetta viðtal. Ég skal ekki alltaf vera að grípa fram í fyrir þig. Segðu mér frá áhugamálum. Já, ég er náttúrulega gaman að stunda tónlist. Ég spila með hljómsveit, svo æfi ég júdó í frístundum mínum. Júdó er mjög gefandi íþrótt. Það er mikinn aga til að stunda júdó og það er svona mjög uppbyggjandi, andlega jafnt. Já, einmitt. Einn vinnur minn var einmitt að æfa júdó. Hann var einmitt talað um þetta, uppbyggjandi, en svo brotnaði hann alltaf að taka gulabelti. Pældi bömmir maður, alltaf sér fræð og fræm í júdó, mölva svo sér hendina með að taka gulabelti. Pældi því maður. Fyrirgefðu, þú ert einmitt fann að gera það sem við varum að tala um að gera ekki. Æ, fyrirgefðu, ég er alltaf að grípa fram fyrir þér. Pældi því, mætir þú í viðtal til mín og kemst svo ekkert að. Blaðamaðurinn alltaf að grípa fram í. Þetta geti alveg verið atriði í skets þarna í þáttinni. Maður sem mætir blaðaviðtal og blaðamaðurinn bara talar sjálfur sig. Heyrðu, hvað ertu að gera? Taka á þig júdótak. Þetta júdótak er kastbað og ef það er rétt tekið, þetta nú alls í góðum kvæð.